lagfæringu innri húsaleigu jafnframt sem átt sér stað innri húsaleigu sem menn þekkja tilkomin sem reiknuð stærð á móti því húsnæði sem eigum í eignasjóði. Þar sem voru færðar, þetta kemur undar út á 0, upp á 3,1 tilfærslur en eru gerðar til þess að lagfæringar. Ráðning mannauðsstjóra og tengslum við það 5 milljónir. Úthlutun námsstyrkja jafnframt hér, liður T, það er verið úthlutað námsstyrkjum á hverju ári erum við með pott þar sem námsstyrkir eru handa stofnunum sveitarfélagsins sem svo úthluta og þessi úthlutaði árslok upp á 3,5. Sorpmiðstöð, það er verið að lækka fjárfestingarna þar sem hún kemst ekki þau verkefni í fjárfestingu sem ætti að vera í. Það er að segja vegna þess að það hefur dregist fram úr hófi að flytja sorpmiðstöð á Eskifirði sem á að fara á nýja lóð inn við þar sem nýja lóðurnar tengslum við fiskveiðiverið á Eskifirði. Það hefur verið breytingar á lóðum þannig að það er vonandi að illa undir. Það verður ekki farið í öll viðhaldsverkefni við íbúðir í félagsleikkerfinu þannig að það lækkar, þannig að hér lækkar fjárfestingar sorpmiðstöð 12, félagsleik íbúðar 15 fjárfestingar. Eignarhaldsfélagsins Hraun sem er eignarhaldsfélag sem er í okkar eigu utan hluta á okkar eignum sem við höfum byggt á síðastliðnum árum, viðhaldi þar lækkar 9 milljónir og síðan eru framlög frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga sem við vorum búin að varað að færa en eru auknar þær tekjur upp á 74 milljónir. Þar að leiðandi er samandreginn þessi viðauki þannig að handbært fé til aðalsóknir lækkar 216 milljónir frá fjárhagsáætlun og verða jákvætt til 50 en samkvæmt lögum og reglum og það skal tiltekið umgerð viðauka skal ekki færa í viðauka til dæmis tekjur sem verða meira en samkvæmt fjárhagsáætlunar segir til nema sem tilkomið að samþykkta bæjarstjórnar. Tekjur fjárhagsáætlunar verða hærri en áætlun ársins gerði ráð fyrir og handbært fé því ekki neikvætt í árslok og regluverkið leiðir svo til eins og fjármálastjóri segir í sínum samantekt hér í lokin. Þetta er viðaukinn í heild sinni. Ég mun nú bera hann upp í nokkrum liðum. Fyrst hefur við beðið að bera upp lið A í honum sem tengjast kaupum og búðarrið 2 og Reyðarfirði. Og orðið er laust það, engin kveður sér ljós, þá ber ég þann lið A-lið viðaukans upp, hann er samþykktur með 7 atkvæðum. Er einhver á móti? 2 atkvæði á móti fulltrúa Sjálfstæðisflokks, atkvæði á móti A-hluta viðauka, fundarritari að setja inn. Þá ætla ég að bera upp viðaukann að öðru leyti, hefur fengið samþykki bæjarstjórnar því, að undanskildu lið O og P. Orðið laust viðaukann að öðru leyti. Ragnar Sigurðsson gjörðu svo. Forseti bæjarstjórnar, staðgengill bæjarstjóra, bæjarfulltrúar og gestir í sal. Örstutt hér varðandi liði B til O í viðauka 6 við fjárhagsáætlun ársins 2020. Það er auðvitað eins og er í rekstri sveitarfélaga ýmislegt ófyrirsjáanlegt sem bregðast þarf við hverju sinni og áætlanir eru einfaldlega mannanna verk og ekki óskeigullar en það er þess vegna sem mikilvægt að sýna varfærni við afgreiðslu fjárhagsáætlunar og fyrir rúmi ári síðan þegar við vorum að afgreiða hér fjárhagsáætlun þá hvöttum við bæjarstjórnina til þess að sýna og gæta aukins aðhalds í rekstrinum vegna ýmissa óvissu þátta. Og það er auðvitað ekki svo að þeir óvissu þættir er að kosta það að við séum í þessari lántöku nú, heldur er það vegna að mörgu leyti framúrkeyrslu og svo ýmissa ófyrirsjáanlega atriða sem bregðast þar við. En með auknu aðhaldi og með aukinni varfærni að þá erum við að mynda svigrúm til þess að bregðast við óvissu þáttum sem komum og bregðast við framúrkeyrslu. Og framúrkeyslan á sér stað oft, sagan kennir okkur það og
það eru ýmsir þættir sem við sjáum ekki fyrir. Og ég ætti ekki gagnrýna framúrkeyrsluna ein og sér, heldur það að við hefðum getað farið betur í það að mynda aukið svigrúm til þess að mæta þessu án lántöku. Og ég er ekkert viss að við værum að ræða þennan viðauka neitt sérstaklega ef við þyrftum ekki að taka lán fyrir því. Þá værum við bara einfaldlega að bregðast við því með því að færa fjármuni á milli liða. Og það er auðvitað óhefnilegt að þetta sé að koma núna svona skömmu eftir að við höfum afgreitt fjárhagsáætlun. Þar erum við að gera ráð fyrir, eða við erum með heimild fyrir 100 milljón króna láni. Við erum kannski ekki að gera ráð fyrir 100 milljón króna láni, ekkert frekar en við gerum það á þessu ári. Og þetta er hættulegt að vera að taka lán fyrir rekstrinum og kaupum á húsnæði. Þetta er hættulegt gagnvart því að við getum bara einfaldlega dottið í hér einhvers konar vítahring þar sem við ætlum alltaf að bregðast við svona þáttum með einhvers konar lántöku. Og ef við tökum sífellt lán til þess að bregðast við þá endar það með því að afkoman verður það slæm að við getum einfaldlega ekki bregðast við. Já, Ragnar, ég ætla að ákveða með hljóðs aðeins til þess að bregðast svona við þessu hér sem sagt hefur verið eftir að kynna viðaukann. Kannski árétta okkur hluti. Það er alveg hárrétt að æskilegt er það sem við erum að horfa til núna. Við erum verið að horfa til á síðastum árum nokkuð mörgum að munu koma upp óvæntir ófyrirséðir liðir í rekstri sveitarfélags. Bara eins og annað fyrir. Við munum standa frammi fyrir því á einhverjum tímapunkti að það kemur upp mikla í húsnæði sem við sáum ekki. Við verðum að bregðast því strax og verðum að fara í það. Og þess vegna er svo mikilvægt sem er rétt, sem Ragnar kemur inn á, að við metum það þá leið eins vel og við getum og tökum það til umfjöllunar fyrr. Það væri æskilega heldur að verðum að taka því hér saman í lok árs í þennan viðauka og bregðast við áætluðum og færum þá í það og værum að meta það. Og við höfum farið viljað að það í mörgum þessum verkefnum sem hjá okkur hafa verið höfum við líka verið að takast á við stór verkefni, reynt að gera það á hagkvæman hátt, en líkt til dæmis eins og í gerð skólavegarins, þar sem við tókum þá ákvörðun á sínum tíma að skólavegurinn hentaði ekki, að það væri mikill kostnaður því samhliða að bjóða út. Það væri mikið af ófyrirséðum liðum þar sem myndi kalla á aukaverk sem myndi gera þetta verkefni ekki hentugt í slíkt. Heldur nýta okkur það að vinna í honum þá samhliða í áfangaskiptingu þá undir verkstjórn og reyna að sjá hvernig þessu framfleytti. Ég er nokkuð viss um að þegar upp verið staðið þá mun það að spara okkur töluvert fjármagn. Að hafandi bjóðið það út með heilmikla óvissu, þetta er mjög gömul gata. Svo gefur skilja á Hofssu, þetta er elsta gata Hofssu, þetta er aðal umferðaræðin. Mjög erfitt náttúrulega að sjá fyrir hvað það er róni að lögnum annað slíkt. Við hefum verið í töluvert aukaverkum sem við hefum verið að glíma með verktakum í heildarútboði. En svo sannarlega það rétt að sjálfstæðismenn vildu fara í endurskoðun fjárhagsáætlunar. Við töldum ekki þörf á því vegna þess að við töldum það að því að það er varúðarfærsla. Það er varúðarfærsla okkar hefur verið gegnum árin svo að ofmeta aldrei tekjur okkur. Hvorki í hafnarsjóði né í sveitarsjóði heldur vera frekar undir og eiga fram úr. Það er að skila sér núna. Við vorum nokkuð viss um það þegar við horfum fram á þann brest að það væri það líka. Aðeins til áréttingar. Við erum lántaka, rekstur og fjárfestingar er ekki það. Það er fjárfestingar sem farið í. En þá lántökum á móti því erum ekki farið til að taka fyrir rekstri. Við erum að kaupa húsnæði sem henta betur. Fyrir því rök. Síðan getum við mjög sammála þeim rök. Það er bara sjálfsagt að virða það. En við settum inn í fjárhagsáætlun 2019 lántökuheimildir upp á 100 milljónir. Svo sannlega það er rétt að maður vil helst komast undan að líta þær lántökuheimildir nema þessi snúa á ofanflóðamannvirkjum sem eru, sem við þekkja, afar
hagfelldar og nauðsynlegar í þeim framkvæmdum. En við munum aldrei komast í rekstur sveitarfélags að taka þetta á. Ef það með skynsamlegum hætti til þess að skila betri árangur í sveitarfélagi í framtíðinni, þá það allt annað hlutur. En ef maður væri hér að elta stanslaust reksturinn og fjármagn hann, ég sammála því að það getur ekki gengið til framboð. En ég held að í þessum stóðstu lögum erum við sammála það hefur verið æskilegt að framkvæma minna, sumt af þessu mun koma sér eflaust betur. Ég nokkuð viss að það framkvæmdi sem við erum í á Fáskrúðsfirði, sem við fórum núna, það muni skýra sig inn í framtíðina. Það hafa lokið þeim núna, fara ekki að stoppa og byrja upp á nýtt. Það líka kostnaði samhliða. En við þurfum, það rétt, við þurfum að gæta aðhalds og við þurfum að gæta líka bara aga. Við höfum löngum glímt við það að halda utan slíkt. Það ófyrirséð mun alltaf koma upp. En við séum undir það búin, við séum undir það vel búin að takast á við bara okkar framkvæmdir og það séu vel metnar og teknar inn fyrir, það alveg sammálum og við munum taka það umræða áfram í bæjarráðinu. Og kappkosta það og leið þá gera líka okkar starfsfólki búa því það umhverfi að við getum tekist á við. Það líka mikið álag á mörgum sviðum og við þurfum að gæta þess sérstaklega að menn hafi til þess tæki og tól og annað slíkt til þess að takast á við það. En það var ekki fleiri sem þið segja. Orðið laust, Einar Már Gerðarsson. Forseti, það rétt að það nauðsynlegt að gæta aðhalds í rekstri. Það líka eðlilegt að gæta aðhalds þegar gerðar eru fjárhagsáætlanir. Og ég tel að við höfum gert það þegar við samþykktum fjárhagsáætlun fyrir 2019. Við erum með lántökuheimildina í fjárhagsáætluninni, þannig að það ekki verið að fara út fyrir hana með þessari lántöku. En eins og kom fram hjá forseta rétt áðan, þá þetta afar gott þegar hægt að komast hjá því. En tekjurnar sem betur fer eru líka áætlaðar varfærnislega. Þannig að við erum að áætla allt varfærnislega. Við höfum verið að gæta aðhalds, tel ég, á flestum sviðum. Vissulega alltaf hægt að gera betur. Og ég tek það mjög alvarlega að stór hluti af því sem hér verið að fjallum tilheyrir þeirri nefnd sem við Ragnar sitjum í. Og það auðvitað augljóst mál að við þurfum að reyna að bæta vinnulag og við munum að sjálfsögðu gera það. Við munum bregðast við þessu á þann hátt að reyna að hafa betra yfirlit yfir framkvæmdir. Þannig að við getum séð eins fljótt og kostur ef einhver framkvæmd að fara fram úr áætlun og taka þá afstöðu til þess hvernig við bregðumst við. Stundum auðvitað eðlilegt að gera það með viðaukum vegna þess að það eitthvað sem raunverulega hagkvæmara að gera, bara eins og framkvæmdir sem hér var nefnd áðan. Ég alveg sannfærður það að það hefur verið rétt ákvörðun að halda áfram með skólaveginn og reyna að ljúka því sem hægt var í jarðvinnu. Þannig að það væri hægt að leggja síðan slitlag á það allt saman næsta vor. Það hefur verið ódýrara að gera það þannig. Við vitum að þessi framkvæmd var ótrúlega óvissu framkvæmd að þeir einfalda ástæða að það skorti gífurlega mikið af upplýsingum það sem var undir yfirborði jarðar. Þannig að það var erfitt að gera nákvæmar áætlanir. Sama má segja snjómokstur, það býsna erfitt að áætla hann nákvæmlega. Við höfum verið að miða við einhver fyrri ár, það alltaf einhver viðmið, en við höfum voða lítil tök á náttúruöflunum hvað það varðar, þannig að nú ekkert annað fyrir okkur að gera þetta það sem eftir þessa árs en að vona það að þetta sé síðasti snjórinn sem komi. En þegar við vorum að fjalla þetta í bæjarráðinu síðasta mánudag þá var nú ekki þessi snjór kominn, þannig að við vorum að vona kannski að við slippum, en svona nú lífið, það ekki hægt að sjá þetta allt fyrir og við verðum ekki allt, það verður ekki alltaf okkur ósk. Við getum líka tekið skólan á Breiðdalsvík sem vissulega fer nokkuð fram úr, en ég held að það hefur verið óhjákvæmilegt að gera það sem þar var gert. En ég ítreka, við tökum þetta sjálfsögðu alvarlega, við reynum að bæta vinnulagið, það það sem að snýra okkur og við munum ræða þetta sjálfsögðu í skipulags- og umhverfisnefnd, hvernig best verður á þessu haldið til framtíðar, þannig að þetta megi draga sem mest úr því að við séum að fara út úr áætlun og það sé að minnst þannig að við gerum það þá meðvitað og höfum þá tekið upplýsta ákvörðun það að við ætlum annaðhvort að breyta áætlun eða fara fram á viðauka til þess að mæta framkvæmdum.
taka hérna vilja fleiri hversi ljós undir viðaukanum, þá er ég að taka liðina B og Ragnar Sigurðsson. Hann er að fara bara. Ég ætla að víkja. Já, ég ætla að bera upp viðaukan. Viltu ekki fara strax, það er þakka fyrir. Þá ætla ég að fá að bera upp viðaukan liði B og undanskildum O og P og fram að X. Þeir sem hans þá ekki að við sikja ekki, það er þetta með nýja aðkvæm. Þá má Ragnar víkja á sal, Ragnar hefur óskað eftir því að vakti athygli á vanhæfi sínu vegna þess að liður O og P í viðaukanum fjallar framlög til hjúkrunarheimilana þar sem Ragnar er framkvæmdastjóri. Þá mun ég kynna þá hér, það sem ég gerði ekki áðan, annars vegar er framlög til hjúkrunarheimils Hulduhlíðar. Það var samþykkt að bæjarráði fundi 20. september að veita hjúkrunarheimili Hulduhlíð 6,5 milljónir króna framlag vegna greiðsluhalla og síðan var samþykkt við gerð viðauka 5 vegna fjárhagsáætlunar ársins 2019 að veita 14,5 milljónir vegna viðhalds á hjúkrunarheimilum Uppsölum. Eins og við munum þá fengum við úr framkvæmdasjóði og þurfum að leggja á móti. Þannig að þessi liður er til leiðréttingar, þetta er leiðrétting, það er búið að samþykkja 14,5 en þetta er fært, það er verið að breyta milli málaflokkanna 03 og 02. Þannig að annars vegar er hjúkrunarheimili Hulduhlíð með 6,5 milljóna króna framlag vegna greiðsluhalla sem síðan er hitt tengist með tilfærslu milli liða. Og við þekkjum þetta, við erum búin að taka þessu umræði hér með stíft, við erum hér náttúrulega aðstoða hjúkrunarheimilunum okkar til þess að það sé góð starfsemi, eitthvað sem ríkisvaldið ætti að hafa með höndum. Og það hefur verið, og svo umræði hefur verið tekin alveg verulega vel með nokkra heilbrigðisráðum og við munum halda því áfram. Samlega þegar komið tíma að það verði gert. En þessi liður til umræðum, þessi ákveðis ljós. Svo verðist ekki verið berhættis aðeins, eins og þetta 8 aðkvæm. Þá má Ragnar ganga í sal. Þá erum við komin í lið 10. Lið 10 er búðarinn 2 eða 3 kaupsamningur og þetta er sem sagt hér er verið að ganga frá að fullnusta ákvörðun sem tekið fyrir síðasta fundi og til þess að ég skýri frá þá tók ég ekki þátt í ákvörðun þar sem ég sipaði bæjarstjórn og stjórn Sparisjóðsins fyrir hönd sveitafélagsins. En það sem ákvörðun er tekin þá er mjög, hafi verið vafaðið ef við vafaðum þá held ég sem okkur í sig ekki var. Ég hér er verið að ganga frá ákvörðun og tekin hjá síðasta fundi bæjarstjórnar en hér er sem verið að ganga frá þessari ákvörðun og hún er svohljóðandi að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi skuldabréf Sparisjóðs Austurlands að höfuðstóli 40.800.000 til alltaf 15 ára í samræmi skilmála skuldabréf sem liggja fyrir á fundinum og bæjarfundur hafa kynnt sér. Þetta er undir ykkar gögnum. Lán er óverðtryggt á breytilegum vöxtum, skuldabréf með fyrsta veðrétti í búðinni 2 ára eða fyrr. Er lánin tekið til að fjármagna kaup fasteigna. Jafnframt Gunnar Jónssyni staðgengni bæjarstjóra Fjarðabyggðar kennitala þetta veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir að Fjarðabyggðar undirrita skuldabréf Sparisjóðs Austurlands samanber framangreint sem og til þess að móttaka undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar tengjast lántökum. Þarna var að lántöku vegna kaupanna, orðið lausn hjá lántöku Ragnar Sigurðsson sem voru gerðsögum. Bæjarstjóri, bæjarfulltrúar varðandi móttökuna á bæjarskrifstofunni sem að eins og öllum er kunnugt greiddi Sjálfstæðisflokkurinn gegn vegna þess að engin gögn lágu fyrir framkvæmdina sem þyrfti að fara í stækkun húsnæðis og koma fyrir lyftu og bílastæðum og þess háttar og engar forsendur til þess að meta hvort að þetta séu kostakaup eins og kom hér fram á síðasta bæjarstjórnarfundi. Þá finnst mér einnig athyglisvert að við séum að taka hér lán frá Sparisjóði Austurlands með vöxtum sem eru 6,75%. En jafnframt í sömu fundargerð erum við að samþykkja lántöku fyrir viðaukanum sem er á 5,1% vöxtum. Ég velti því hér fyrir mér hvort að það hefði ekki verið heppilegra að slá þessu láni saman
og nýta þessi lánakjör sem okkur býðst. Ragnar, Einnig þau eru að fleiri kannski ljós undir þessum lið. Sævar Guðjónsson gerur svo. Forseti, stakki bæjarstjóra og góðir fundarmenn, gestir. Ég var nú ekki á síðasta bæjarstjórnarfundi og átti nú reyndar ekkert von á því að koma hér á bæjarstjórnarfund á þessu kjörtímabili. Enda, ég 8. eða 9. sæti listans. Þannig að ég er auðvitað varamaður. En engu að síður ég hér kominn og þá auðvitað get ég kannski ekki alveg sitt í hljóður og hlusta. Ég veist þetta er svolítið skrítið mál með kaupin á þessu Búðareyri 2 sem að virtist koma hér inn bara svona eins og ofan úr skýjunum. Ég tek það fram að ég svo sem ekkert verið á kafi í þessum málum. Ég reyndi að sinna hafnarstjórnarmálunum eins og ég geta en ekki verið í bæjarstjórnarmálunum nema svona utan að. En þetta kom svona eins og þruma úr heiðskíru lofti og mér finnst einhvern veginn eins og það sé ekki vera tala einhvern veginn rétt í þessu máli. Það getur vel verið að það hefur verið sniðugt að kaupa þetta hús af betur ígrunduðu máli og fara yfir kosti þess og galla. En ég hef allavega engar forsendur til þess að meta það frekar en ekki vegna þess að þær kostir og gallar hafa ekki verið dregnir fram. Mér finnst líka að bæjarfulltrúar ekki verið að tala, að segja málið eins og það er. Þetta er einhverju 340 fermetrar, það er að segja að þeir eru konum með allt þetta hús. Og það á að leysa af bæjarskrifstofu sem eru 420 fermetrar og er of lítill. Ég sé ekki hvernig það getur átt sér stað, nema auðvitað þarf að byggja við. Og hvernig ætla menn að gera það? Það þarf að byggja væntanlega þá til vesturs og þar eigum við húsreyndar við hliðina og þetta þarf að fara í grenndarkynningu. Það þarf að útbúa bílastæði í kringum húsið. Og ég veit ekki hvar þetta endar, enda eins og ég segi hef ég engar forsendur til þess að vita það. En vonandi er meiri hlutinn bara búinn að hugsa þetta alla leið og með töfralausnir á því öllu saman. En það er allavega alveg ljóst að það er dýrt að vera fátækur og þegar maður er fátækur þá kaupir maður ekki bara eitthvað. Og það er alveg ljóst að þessar 40,8 milljónir sem voru samþykktar hér á síðasta bæjarstjórnarfundi, þær verða orðnar 60 eftir 15 ár. Það er að segja þegar búið er að borga þessu lán. Og ég gerir líka athugasemdir, en mér finnst það mjög skrítið, eins og Raggi kom inn á áðan. Við erum hérna með líka lán upp á 5,1% vexti upp á 100 milljónir, hvort það ekki hefði verið hægt að skvísa þessum 40,8 milljónum þar inn. Það hefði þá allavega minnkað greiðslubyrðina. Það munar hvert prósent í þessu og þá hefðu við kannski ekki verið að borga 60 heldur 55 milljónir fyrir húsið eftir 15 ár. En það er alveg ljóst að það er að fara í mjög kostnaðarsamar framkvæmdir og það þarf að byggja við húsið og annað slíkt og það getur bara vel verið að það sé sniðugt. En ég áttar mig ekki á því eins og ég stend hérna núna og með þau gögn sem liggja fyrir. Ég held að það væri miklu hreinlegra að segja það og ég held að bæjarfulltrúar ættu bara að vera svolítið heiðarlegir með það. Við erum ekkert að fara að losna undan leigun á þessu húsi, að minnsta kosti næstu 5 ári. Hvernig ætlum við að koma fólkinu þarna yfir sem kemst ekki fyrir hér núna nema að byggja við það? Og þar af leiðandi held ég að við séum að fara að leigja þetta. Þetta getum við samið upp á nýtt, því að samningar eru lausir ef maður rétt í mars og kannski lækka eitthvað leiguna. En mér finnst að menn bara að tala heiðarlega með það. Við erum að kaupa hús sem við getum mögulega flutt eina deild yfir í, eins og til dæmis mannvirkjasviðið og ætlum svo á einhverjum árafjölda að byggja við það og bæta við bílastæðum og koma aðgengi fyrir fatlaða og eitthvað slíkt og
og þá að flytja í húsið. En eins og staðan í dag þá erum við ekkert að fara hérna út. Ég get ekki séð það, en eins og ég segi, ég hef ekki verið á kafi í þessum málum og ég er kannski illa upplýstur þau. En eins og það lítur út fyrir mér af götunni þá er þetta mál bara þannig. Takk. Takk fyrir Sævar. Östuð kannski bara aðeins fyrir fjármögnunar, við erum áður sjálfstæðismenn á burtum það. Það er bara mat fjármálastjóra eins og við höfum gert það. Við dreifum fjármögnun, bæði sem lán eru uppgreiðanleg á samningstíma, á lánstíma, án nokkra aukaþóknunar. Mat hans er að hann vil dreifa fjármögnun einnig á þessu og þar af leiðandi spila það inn í. Einar Már hefur beðið orðið, eins og það. Já, forseti bara aðeins að bæta viðvarðandi lántökurnar og tek undir með forseta að þegar fjármálastjóri hefur metið það að þetta sé rétta leið þá treysti ég því mati fullkomlega. Það er eðlilegt að vekja athygli á því að við erum með lánin fyrst og fremst hjá Íslandsbanka og Lánasjóði sveitarfélaga. Þetta lán sem umrætt er hjá Sparisjóði Norðfjarðar sem er eina fjármálastofnunum hér sem rekin er hér í heimabyggð og það er kannski eðlilegt að við horfum til þess að meðan er þó ekki meira þetta að það sé eðlilegt að eiga viðskipti þar einnig. Aðeins þó sem er enn frekar sem að ég get skilið og Sævar hafði allan fyrirvar á umræðu sinni kaupin á Búðareyri 2 og hann væri hugsanlega ekki inn í umræðinu mikið og þetta er komið svona svo þrum og þauskil í lofti á honum þá getur það auðvitað vel passað í hans tilfelli en bæjarfulltrúar hafa nú verið betur upplýstir málið og aðdragandann heldur en svo að þeir geta allavega tekið þau orð sér í munn. Mér hefur sýnst á þessu að þarna hafi við raunverulega verið að fá möguleika sem við gátum bara alls ekki sleppt og ég tek alveg undir það með Sævari að vonandi er hægt að fá lækkaða leigu hér og hugsanlega duga þessi kaup til þess að hafa þau áhrif á húseigandann að hann átti sig á því að okkur er full alvara að leigja ekki hér húsnæði fyrir hvað sem er. Það hefur ekki verið hægt að fá lækkaða leigu fram að þessu þannig að hugsanlega getur það verið þann tíma sem ég ætti nú rétt að vona sé ekki 5 ár. Ég veit ekki alveg hvaðan sá árafjöldi kemur en ég hef ekki heyrt það fyrir hér áðan að það sé hugsanlega 5 ár. Við höfum haft það markmið að reyna að losna út úr þessari laugu eins fljótt og kostur er og við höfum auðvitað að horfa á alla möguleika í því. En auðvitað ef að húseigandi kemur með tilboð sem er hagstæðari en allar aðrar lausnir þá skulum við ekkert útiloka það að við getum gengið að því. En fram að þessu því miður þá hefur það ekki verið nokkur leið að fá þetta lækka og Sævar ætti að þekkja þá sögu líka frá fyrri tíð að þó að gerðar hafi verið athugasemdir við ýmislegt í húsnæðinu þá hafa nú ekki viðbrögð verið slík að það sé hægt að fagna því bæði gagnvart loftræstingarmálum og öðru slíku og henni háu leigu. Þannig að því miður þá verður bara að segjast eins og að það hefur ekki verið auðvelt að semja við húseigandann varðandi þessi mál. Þannig að ef að þessi kaup breyta ekkur í því þá er það auðvitað bara hið besta mál. En auðvitað er lykilatriði fyrir okkur að reyna að spara sem mest á þessu sviði. Ég held að sé nú allir sammála það að þau 15 ár sem við höfum verið hér þá hafa farið allt og miklu peningar í þetta. Ragnar Sigurðsson við höfum ekki svo Ragnar. Ég þakka fyrir svörin. Ég er nú margótt búinn að standa hér og fagna því að við séum að stunda viðskipti í heimabyggð og hvet menn til þess. Hér erum við næstum því að tala um 2% vaxtamun og ég þekki ekki betur til Sparisjóðs Austurlands en svo að telja að þeir hljóta geta mætt þeim kjörum sem okkur bjóðast annars staðar af fyrirtækjum á landsvísu. Þetta er jú fyrirtæki hér í heimabyggð og hefur að ég best veit geta mætt þeim samkeppnissjónarmiðum sem eru uppi hverju sinni. Og gagnvart því sem Einar kom hér inn á, þá erum við búin að vera að bíða eftir því
að húsaleigusamningurinn renni út hér í mars, einmitt til þess að semja að nýju ný leigukjör. Þetta var rætt í starfshópi sem að einmitt var að fjalla framtíðarskipan húsnæðismála bæjarskrifstofu. Þar fórum við yfir þetta og það var okkar mat þar að reyna að semja betri kjör. Það tækifæri gerst núna í mars og ég skil ekki akkur allt í einu var ákveðið að hlaupa til núna. Þetta hús sem við vorum að festa kaupa á búin að vera til sölu í mörg ár, alveg síðan Sparisjóðurinn fór. Aldrei kom það til tals í starfshópnum að kaupa þetta hús. Gunnarsson ætlaði að gera svo núna. Forseti, þessi umræða hún auðvitað með hreinum ólíkindum. Annar sjálfstæðismaður kemur og segir að þetta var bara aldrei verið kynnt, þetta var ekki bæjarráði, svo var haldinn sérstakur bæjarstjórnarfundur. Á þeim fundi samþykkti Sjálfstæðisflokkurinn kaupin á þessu húsi. Á þeim fundi. Sérstakur bæjarfundi, það samþykktu allir og þeir líka. Og síðan þegar kemur svo bæjarstjórnarfundurinn, það sem átt að bera þetta upp, þá komu þau grátandi og segja, nei heyrðu, við getum ekki samþykkt þetta, af því að við ráðum einhver. Það er einhver aðrir sem ráða. Það er baklandið. Þeir ráða. Þetta er með ólíkindum þurfa að vinna með þessu fólki. Og ég segi bara fyrir mig, þetta eru bestu kaup sem Fjarðabyggð hefur gert áraraðir. Þetta er bara gjöf en ekki kaup. Að kaupa þetta hús fyrir 51 milljón með teikningum og öllu saman. Húsið er fyrsta lagi áskipulagi, þarf ekki grenndarkynningu, teikningarnar fylgja með að það er allur pakkin í þessu húsi. Viðbyggingu og allt saman. Þannig að þetta er þetta er svo með ólíkindum þessi málflutningur þeirra. Og tala svo einhverja vexti, ég held að þetta með að losa okkur við þennan fjármálastjóra. Ef hann er ekki einu sinni til þess að geta tekið ákvörðun hvort við ætlum að taka lán eða ekki lán. En við eigum að fara að gera það að rífast hér hvort að vextirnir eru þetta eða hitt. Þetta er bara ekki hægt. Þau eru bara frá aðeins að taka ykkur til og taka ykkur takk. Fyrir var orðið laust. Eydís Ásgeirsdóttir og Sævar Guðjónsson. Eydís Björnsson. Forseti, langar aðeins að koma hér inn á að það var kallað til upplýsingafundar hér með öllum bæjarfulltrúum og farið yfir þessi mál. En starfshópurinn, eins og áður hefur komið fram, hann missti umboð sitt 1. apríl síðastliðinn og þá lá fyrir þarfagreining, það lá fyrir að það væri staðsetning, það væri búið að ákveða staðsetninguna hér á Rauðafirði og húsnæðið, þetta tiltekna húsnæði verði ekki skoðað en það fór á sölu í sumar hér en það er þetta bara mjög mikilvægt líka. Við erum að hafa það upp á borðum að við höfum verið að borga 30 milljónir á ári í leigu fyrir þetta húsnæði hér sem er bara ekki hentugt og mikil þrengsli og það eru samningar, það eru viðræður í gangi og við erum ekki að fara að borga sambærilega leigu áfram. Þakka þér Eydís. Ragnar óskar eftir því að fá að svara því sem þér var að beint þegar hann hefur komið upp til þess að sinna sem að þekkja en telji þú að hafa beint við svara þessu einhver. Þá getur bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Það er einfaldlega rangt og bara hreinlega lygi að fullyrða það að ég hafi samþykkt þetta á þessum kynningarfundi. Það er bara rangt. Þetta var ekki einu sinni borið upp til samþykktar. Jú. Þetta var ekki borið upp til samþykktar, Rúnar. Jú. Það geta allir hér staðfest. Já, ok. Þetta var aldrei borið upp til samþykktar. Þú ert á einn að halda það. Já, ok. Við samþykktum þetta ekki og við gerðum athugasemdir á fundinu. Ragnar, Sævar Guðjónsson við voru ekki þessu Sævar. Hvað segir þið? Ég segi það.
Já, góður fundamenn. Einar Már kom inn á það að samningur rennur út í mars, eins og ég sagði á það. Ég held að einmitt vegna þess að núna veit leiguaðalinn það að við ætlum okkur út. Þá er hann ekki að fara að lækka leigun. Ég myndi ekki gera það ef ég ætti þetta hús og vissi að þú væri að fara. Ekki séns. Aldrei. Ég myndi hækka leiguna þegar ég veit að þú hvort er að fara. Þannig að ég held að það sé nú ekki góð pólitík að ætla sér einhverja samningsstöðu með því að segja herri, ég er að fara að hætta viðskipti við þig og ég ætla hérna að fá betri díl í staði. Það er auðvitað bara kolröng hugsun. En auðvitað getur það vel verið og vonandi og það vilja auðvitað allir lækka leiguna hérna eins og Eydís kom inn á 30 milljónir á ári, þetta eru miklu peningar. Hafnarsjóður hefur borgað hluta af því, Rafveitur Reyðarfjarðar hefur borgað hluta af því, en enga síður hefur þetta farið úr okkar vösum og sveitarfélagsins vösum og það er dýrt. En hvað kostar til dæmis að eiga þetta hús sem við erum að fara að gera? Hvað kostar að breyta því? Hvað kostar að gera bílastæði og annað slíkt? Ef að það lægi allt saman fyrir, þá getur vel verið að ég væri bara sammála honum Rúnari að þetta væri rosalega sniðugt og hagkvæmt kaup. En á meðan ég sé ekkert af þessu, engar áætlanir þetta, að þá bara get ég ekki gert það. Og það þarf að koma, já, það verður hvað, ekki 31 starfsmaður hérna cirka núna og fer fjölgandi. Hvað þurfum þá að koma fyrir mörgum bílastæðum við þetta hús? 30 eitthvað? Eða ætlum við kannski bara að gera eins og við Reykjavík og alltaf hjóla í vinnuna. En vonandi geta menn nú kannski nota strætó og heyrðast gera það. En það breytir ekki því að það þurfa auðvitað að vera bílastæði í samræmi við starfsemin í húsinu og við gerum þær kröfur til annara fyrirtækja sem eru í sveitarfélaginu hjá okkur að ef þú ætlar að opna kaffihús eða hvað það er þá þarfst þú að hafa bílastæði fyrir fram á það eða sem við kemur í. En ég veit alveg að það er til lausnir á öllum þessum málum, en hvað kostar og hvernig verða það? Svo við getum bent mönnum á að leggja áfram hérna við mólan. Það er kannski ekkert sniðugt ef að hér eru komið eitthvað allt annað, einhver starfsemi og mikið að vera í ríkinu. Þá er kannski bara ekkert laus bílastæði hér. En við erum allavega að benda fólki þá bara að leggja hjá einhverjum öðrum og það hefur nú heldur ekki þótt mjög gálega. En ég vil líka þakka fyrir svörin varðandi lánin. Við skulum vona það að fjármálastjóri viti hvað hann er að gera en á sama tíma tekið undir með Ragnari. Mér finnst skrítið að sparisjóðurinn skuli ekki geta boðið okkur sömu vexti og Íslandsbanki er að gera. Mér finnst það skrítið en auðvitað viljum við öll sparisjóðum vel og eru nú aldeilis að leysa hann úr ákveðnum nút kannski með því að kaupa þetta hús, ég veit það ekki, og taka lána þeim fyrir því. Þessi sagði var Einar Már, hérna voru ekki að segja Már. Forseti, örstutt bara, ég þakkaði auðvitað kennslustundina í viðskiptum eða business. Ég viðurkenni það fúslega að Sævar hefur miklu meiri reynslu af því sviði heldur en ég. En þó skil ég nú ekki alveg þetta að þó við kaupum eitt lítið nett hús hér fyrir litla upphæð að það eigi að segja leigusalanum hér að við munum fara með allt út. Það liggur alveg ljóst þegar við komum ekkert öllum fyrir það. Þannig að ef leigusalinn lækkar við okkur leigun eins og ég sagði þá getur það bara orðið til þess að það væri ódýrasta lausnin og þá hljótum við að taka hana og þá þurfum við ekki að gera eins mikið í húsinu sem við vorum að kaupa. Þannig að þetta er eitthvað sem við skoðum heildstætt en það var þó eitt sem ég skildi alls ekki í rökstuðningi frambjóðanda businessblokksins sem var þetta að við skulum bíða þangað til leigusamningur rennur út og þá ætlum við að mæta og segja við leigusalanum já nú þarft þú að lækka við okkur leiguna af því við höfum ekkert annað húsnæði til að vera í heldur það sem þið leigið okkur. Þá er nú aldrei líklegt að ég lækki trúi ég. En ég náði ekki alveg þessi rökstundafærslu en ég viðurkenni, ég hef bara aldrei tilheyrt þessum businessblokki og það getur verið skýringin á því að skilning mín skortir algjörlega þessu sviði. Ég gleymdi að það er Þakka fyrir Einar Már. Ég gleymdi að það Forseti, ég glemdi því nú áðan sko að
það var starfshópur hér til að finna nýtt húsnæði og hann fann ekkert nýtt húsnæði og Ragnar var í þessum hóp og var vantarlega bara handónýtur hópur sem gerði ekki nokkuð skapaðan hlut.